náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Haraldur Erlendsson, velkomin í Þvottahúsið. Velkomin. Ég fer hérna með smá klausu, ég ætla að kynna þig til leiks. Já. Fæðist í Kaupmannahöfn, elst upp í Reykjavík, slökkt á símanum. Já, mitt. Útskrifast sem læknir úr HÍ, starfar á Borgarspítala, fórst í framhaldsnám til Bretlands, starfaðar á landsbyggðinni á heilsugæslum, byrjar svo að vinna í áfallavinnu eftir snjóflóðin árið 1995. Í framhald af því lærur geðlækningar í Bretlandi og ílengist þar sem geðlæknir og yfirlæknir. Flytur til Íslands og tekur stöðu sem yfirlæknir og forstjóri heilsustofnunar NLF sem þá Náttúrulækningafélag Íslands. Það þarna í Hveragerði. Heilsuhælið í Hveragerði. Og það til 2019 og þá hefur þinn eigin stofurekstur og þar ertu enn. Já. Er þetta ekki rétt í svona gróðum dráttum? Jú, mikið rétt. Það var kannski bæta við að síðustu 7 árin í Bretlandi þá var ég fyrst að sinna mjög veikum konum á lokuðum geðdeildum sem sátt í mörg ár og voru mjög ekki skadar eftir áföll og alls konar vandræði. Hvernig sinnir maður þessu fólki? Já, þetta fólk er það sem ég kalla afreksfólk að skapa vandræði. Já, okay. Þannig að yfirleitt sveitafélagi knúin til þess að borga stóra fjárhæðir að læsa þetta fólk inni og vonandi að gera það betra svo sem ég hætti að koma því út aftur. Annars er það með vesinn. Já, og þetta er fólk sem er kannski að meiða sig eða kveiki í eða ógna öðrum og svo framvegis. Og eiginlega allar þessar konur áttu náttúrulega bara alveg svakalega ævi og maður það var hjá manni kannski 1-2 ár og maður var að reyna að koma þeim á betri leið. Hvernig er þetta að hjálpa þessu fólki eða svona raunverulega hjálpa því? Já, það er náttúrulega svo margt. Fyrsta skrefið er að gera það meðferðarhæft. Já. Því að margar þessar konur sem kom til mín, það var eiginlega svona 4. stigs þjónustaðar, þetta voru konur sem voru búin að reyna allstaðar og höfðu ekki gagnað neitt og þá var maður að reyna að fara og kafa honni í alla mögulega ástæður. Var þetta neyslutengt oft? Sumar, þetta var sumar ádröskun sem voru með neyslusögu, ofbeldissögu, sjálfskaðasögu, kannski sem voru með kæfisvefn og hormónatruflanir og margar reyndust vera með ADHD og það var oft lykilatriði að þegar maður fór að meðhöndla ADHD þá byrjaði fólk að vera meðferðarhæft, þannig að ADHD og matarið og hreyfingin, þá gat fór það fólk að sitja í viðtölum og í hópum og vinna með sjálfan sig. Já, þegar það var þá meðhöndla. Já, það var þetta meðhöndla. Sko í samhengi við þetta, þá skrifaði ég hérna hjá mér, allt svo áhuga svið, það er semst áföll og áfallavinna og svo skrifaði ég hjá mér ADHD. Já. Og ég segi mitt við systir mín á hana, þú sett að koma og hún alveg hoppaði hæðsuna kæti, sko, því henni finnst þú lýsa þessari sjúkdómsgreiningu, ADHD, svo vel. Já. En svo kemur hérna, altså það er áfallavinna, ADHD og svo er það ímyndunaraflið og draumar. Já. Og þá einmitt spyr ég, hvernig fittar ímyndunarafl og draumar inn og hvernig er hægt að nálgast þessa þætti og máttu það á hefðbundin vísindalegan hátt á þess að missa mannorðið, andlindið. Það er náttúrulega í tísku í dag að nota hugræna andlitsmeðferð, þessi að nota rökukju og skoðun og vangaveltur á sín vandamál, hvort sem er kvíði eða þunglyndi eða hvað það er og ég er með mastersgráðu í slíku en það er líka vel þekkt að hugrænar aðferði við andlegum vandamálum eru frekar skammvinnar eða árangurinn og fremur litlar nema sitt lítið veikur og eitt af mínum átrúnaðar góðum sem er Carl Gustav Jung, hann áttaði sig á því þegar hann var að vinna, ef hann notaði myndir og tákn og sögur, þá náði það dýpra og oft var þetta að ná dýpri tengslum við vandamáli með því að skoða myndirnar og táknin. Og hérna... Þetta þá að segja að við sem að vinna með svona einhvers konar undirvitund, eða? Já, það er verið að vinna með þessi, það má kannski segja að við höfum 2 tungumál. Við höfum gamla tungumálið og nýja tungumálið. Nýja tungumál eru orðin, gamlu tungumálin eru svona draumar og sagnir sem að lýsa einhverju uppsetningu, einhverjum tilfinningum, einhverju tema og við erum alltaf öll að búa til sögur alveg stöðut, bæði í
okkar dagdraumum og á nóttinni og við erum eins og leikstjórar og að skrifa og búa til sögu stöðugt og í draumunum erum við að setja á svið svona hnotskurn af því sem við erum að glíma við. Út frá því hvernig okkur raunverulega líður. Nákvæmlega og það sko með andleg vandkvæði að þau eru eiginlega öll tilfinningaleg. Sko ef maður ætlar að nota sko orð við að leysa tilfinningaleg vandamál, það er eiginlega vitlausa verkfærið. Því að það mjög sjaldan að... En við erum aldrei þess að reyna það. Já, við erum mikið að reyna það. Tala og tala. Tala og tala. Já, dog until the cows come home, sko. Það bara, það skilar oft miklu minni árangri og meðferðir í dag sem að miða að stefna á tilfinningar eða líkamlega upplifun. Það virka oft betur og hraðar og hafa meira langvarandi áhrif. Ég heyrði af hérna svona einhverju svona indveskri jógamömmu héti Mama og hún hérna vann þannig og hún bara knúsaði fólk. Já. Og stór og mikil, hún var klettur. Já. Hún gat tekið menn sko og allra þeirra þjáningu bara, þeir bráðnuðu í fanginu á henni. Engin orð. Bara með snertingu og návist og kærleika. Já, og bara óbílandi staminu, sko. Já. En þetta nú vita, sko, með öllu rannsóknum á sálfræðilegum meðferðum, þá það bara einn þáttur sem raunverulega skiptir máli. Okay. Og það köllum við á ensku empati eða samkenndina, sko, þessi að sá sem að fá meðferðina þarf að finna velvild og trust. Þetta alltaf tengsl. Já, tengslin, sko. Og það hefur nú verið álitið að kannski 75% áhrifum allra sálræna meðferða bara þetta. Samkenndin. Frá meðferðaraðilega bara öllum þeim nánust í kring. Já, sko, þú getur talað að sé frá meðferðaraðilega, sko, meðferðaraðilega kannski telur sig vera eiginlega hlýjan og góðan mann eða konu, en það er ekki málið að viðkomandi sem í meðferðinni upplifi að hann sé hlusta á hann fá viðurkenningu, að hann virkilega finni fyrir því. Og þetta lærum við náttúrulega sem meðferðaraðilega að læra að taka undir og spegla til þess að hjálpa einstaklingum að upplifa það að þessi raunverulega við að hlusta á það frá þeirra sjónarmiði. Að þú sér ekki að tala annað tungumál heldur en þeir eru að tala, sko. Þetta ekki rosalega erfitt, sérstaklega með eitthvað sem kannski langvinn vandamál og virkilega erfiðir. Já, tekur þolinmæði og næmni. Og næmni, já. Og það og húmor. Spilar það ekki mikið inn í? Jú, ef maður of alvarlegur þá þetta svo leiðilegt og þungt og þá situr fólk bara fast í feninu. Þetta náttúrulega líka bara allt hálfkomist, sko. Þetta allt hálfkomist. Það náttúrulega kannski skemmtilegast í þessu og þetta kemur aftur að Carl Gustav Jung að vitundin í mörgum lögum. Við erum með grímuna sem við sýnum út á við og svo erum við með í sjálfum okkur það sem við kallum við sjálf sem óskriflegt hjóm, en í þessa tilfinningu hver við erum og hvað við erum búin að gera og hvað við erum búin að upplifa, það eiginlega bara þar sem að vandamálin búa. En ef við getum flytt okkur aðeins dýpra og verið áhorfandi, þá getum við sprengt þetta í tætlur, sko. Þá verða vandamálin ennþá til staðar, en við erum ekki ennþá í hringamiðjunni. Og þá lostum við svolítið úr viðjum okkar eigin sögu. Og þá fer að létta. Já. Sko, ég held við verðum að fá þig aftur í þennan þátt. Ok, bara nefndu það, ég kem. Ég geti verið og setið með þér bara í einhverja klukkutíma og bara tala þetta, sko. Þetta ótrúlega áhugavert. En þú talar svolítið vísindi og svona, og hvað eru vísindi? Þetta minnur svolítið kappsmál, sko, hvernig ertu komin út fyrir vísindin? Einmitt. Sko, þarna með svolítið með skipta skoðanir, hvað eru vísindi? Frá mínum bæðirum einu vísind sem eru til eru ósvaraðar spurningar. Já, en þetta virðist vefjast fyrir mjög mörgum vísindamönnum. Já, en það mikið af þessum þú kallar vísindamönnum sem hafa verið mentið í einhverjum fag sem byggjast á vísindum að þeir trúa þessum kunna en efast þeir vita ekki. En það ekki vísindi. Raunveruleg vísindi sinna spurningum sem eru ósvarað. Og þeir sem eru aldrei upp í vísindalegu heimi og hafa skoðun á því sem hefur ekki verið skoðað eru að brjóta grundvöll vísindana. Það að heiðra ósvaraðar spurningar.
og hvort sem það sko Þú ert að tala út með rannsókn og ef að niðurstöður rannsóknar eru ekki í samræmi við kannski fyrirfram ákveðna hugmynd eða eitthvað sem þegar vitað já, þá þess vegna hún merkt kannski ómarktæk. já, en í raunverulega vísindum þá vitum við það að hér er nýtt vandamál, hér er ný spurning, hér er ósvöruð spurning og hún vekur nýja rannsóknir og þar er vaxtabrotu vísindana í spurningu sem við höfum ekki alveg svarað. Finnst þú að vera eitthvað stöðnun í gangi? Er þetta ekki óttatengt? Já, jú, maður sér þetta mikið kannski í bandarískri menningu þar sem er tekið á trúmál og vísindi að sko vísindaheimurinn er með mjög sterkar skoðanir á trúarheiminum sem miðlmann, þetta er allt bull, þetta byggir ekki á neinu vísindum, þetta er allt bara intómtjara en trúarheimurinn fer kannski vörn gagnvart sko vísindaheiminum og lokar á hann og segja sér allt tóm bull því það er ekki byggt af þeirra hugmyndaheimi þannig að verða þarna bardagi milli tveggja heima en það sem hefur náttúrulega skeða á síðustu áratugum að innan sálarfræðinar og gerlandsfræðinar að það verður orðið svo mikið að rannsóknum bæði persónulegum meðferðum og í núvitund og samkennd og rannsóknum bara á trúarlífi sem síðan þetta hefur bara mjög mikið að segja með heilbrigði og getur hjálpað mikið þannig að trúarheimurinn, jú, hann er ekki eins mikið rannsakaður en það sem er búið að sýnir að þessi gömlu hugmyndir reynast reyndar mjög vel og jafnvel betur en margt annað og til núvitundin og samkenndin er bara að valda mikið byltingu í bara heilbrigðismeðferð. Já, ég veit. Það er ekki flóknar að það. Já, og þetta sækjum við mikið í búddismann og víðar. Já. Þetta skiptir miklu máli. Þetta sem varst núvitunduna, drauman og táknin, það má kannski segja að það er svolítið mikið af ósvöruðu spurningu. Það svið hefur ekki verið rannsakað mikið en hefur verið skrifað heilmikið en hefðbundnar sko tvíbylendar rannsóknir sem að vísindafólki heldur mikið upp á þar vantar heilmikið upp á þar sko. En þurfum við að skilja þetta allt saman? Er ekki nóg fyrir okkur að sjá að eitthvað í rauninni bara skilar árangri en getum við útskýrt af hverju? Já, sko máli skiptir ekki endilega að hafa útskýringar af hverju það virka. Nei. En við þurfum það sem við köllum gagnreyndar rannsóknir sem sýnir að það virki. Ég er að segja það, einmitt. Og það er þá bara einhver ákveðin tölfræði. Já, ber saman einhverja tvo hópa, einn gerir þetta og hinn gerir þetta og er þetta jafngott eða betra og þá veistu og það er eitthvað að gera. Geggjað. Sko, við fengum þið hérna inn, Haraldur, út frá, þú ert komið nýtt hlutverk. Jú. Þú verður kosin nýr deildarforseti og ég segi hérna Lífsbyggjufélags Íslands fyrir Guðsbyggjufélags. Nákvæmlega. Mér langar aðeins að fara í það. Flesti kalla það Guðsbyggjufélag. Er það ekki Lífsbyggjufélagi núna? Jú, mér langar aðeins að ræða þetta mál. Sko. Þið þurfa að uppfæra heimasíðuna, gera svona sportlegri. Sko, já, þú tekur við, þú ert ný kosin núna bara í byrjun maí á aðalfundi félagsins, þú tekur við af Jóni Ellert Benediktssyni. Já, hvernig má það til að þú sem vísindamaður sért á sama tíma involveraður í svona dulræna guðspeki og enn og aftur þessi spurning, missuru ekki trúveruleikann í umhverfinu sem vísindamaður gagnvart kollegum fyrir vikið? Já, örugglega fyrir suma en þannig er fullt af ósvöruðum spurningum og líka svolítið að svöruðum spurningum. Það er sko verið mikið á undanförnum áratugum verið að rannsaka með þessum kollum dulræna reynslu, nær dauða reynslu, jafnvel fyrir ævistaminningar. Þannig að það eru vaxandi vísindi á bakvið þennan heim, þennan kannski dulræna heim. En fyrir mig er það kannski vaknar út af persónu reynsluna líka kannski ættarsögu, sko báðu mínir foreldrar af og amma, langammu mína tvær voru í þessu félagi. Guðsbyggjufélaginu, sko. Þannig að maður er alveg svolítið þarna upp og drekkur þetta svolítið í sig en ég eins og kannski foreldrar mínir og fleiri mínu ættingjar pindlinæmur og verð fyrir skrítinni reynslu mikið á bars og úlingsárum og það gera það verkum að þetta verður svolítið mikilvægt fyrir mig og verður svona miðlægt í minni heimsmynd. Að hvað þá? Að það sé dulrænt? Já, og sko, verðum sko kannski hvað Guðsbyggjufélagið er. Sko,
þrjumir myndu kalla það trúfélag, allir myndu kalla það heimspekifélag. Hver eru einkunnur orð félagsins? Fyrir hvað stendur það? Já, það er nú á sanskrit og það hefur verið þýtt að engin trúarbrögð eru sannleikanum æðri. En það má nú þýða þess að tölu á margan hátt. Mætti kannski frekar segja að innst í kjarni alla trúarbröða er sá sami og er bara sannleikurinn sjálfur, sko. Þannig að það öll trúarbröð eru að höndla einhvern andlegan innri veruleika og félagið er svolítið kannski 3 þætti. Það er fyrsta lagi að vera svona bara hópur, fólk sem hittist og bindst og ræði hlutina saman. Fólk sem tilheyrir öllum mögulegum trúfélagum. Já, nákvæmlega, sko. Og félagið er kannski sérstætt við það að það aðhyllist ekki kenningar heldur spurningar. Já, einmitt. Og hugmyndafræðin er að leita skilnings af manninum og dýpri hliðum mannsins með því að skoða margar hefðir. Búddisma, hindúisma, kristnina, mómanstrúna, sjamanismi í Norður- og Suður-Ameríku, kínverska heimspeki og svo framvegis, gríska heimspeki, fornegypska menningu og svo framvegis og reyna að átta sig ekki endilega bara hvað það merkir, er eitthvað í þessu gagnlegt fyrir mig í dag. Þannig að þarna er verið svolítið að nota síu til að leita að einhverju gagnlegu og félagið mitt á Íslandi til dæmis byrjar að kenna fyrst hugleiðingu og núvitund og kenna jóga og kemur inn með þessar hugmyndir að núna er ekki nánast hverju götu. Eigum að fara aðeins inn í altså sögu félagsins? Já, altså fyrir fólk sem hana úti sem ekki veitir henni hvað Guðsbyggifélagið, hvaðan það kemur? Já, Guðsbyggifélagið hefur haft mjög mikil áhrif á vestræna menningu og ekki síður íslenska menningu. Þetta kemur fram upp úr 1884 og það er þarna svolítið merkileg kona, rússnesk, Helena Petrova Blavatsky, sem þá er í New York og kynnist þar manni sem var lögfræðingur og fyrrverandi ofursti í hernum og þau eru svona eru að hugleiða og einhverju svona með lítið fræðafélag og þau eru að ræða byggingalist og það verður svona mikill áhuga og það ákveður bara, við þurfum að hittast og úr þessu verður smátt og smátt stærra og stærra félag og það annars vegar þess að svona fræðafélag og hins vegar svona iðkunafélag. Voru þetta ekki svona svolítið kuklarar? Það má kannski ekki segja það en sko Blavatsky sem var svona poturinn á pannan í þessu hafði kynnst bæði tíbeskum búddisma í Rússlandi og mikið alls konar leiðinreglum eins og Rósósreglum og frímúrarhreyfingun og mörgum öðrum dulrænum hreyfingum í sko Rússlandi og hafði svolítið verið í Þýskalandi líka og kynnst mörgum heimspekingum á þessum tíma og inspirast af því og var alveg sérlega fróð gríska heimspeki og egypska sögu, fornegypska sögu og þetta er svolítið hennar bakgrunnur og þetta inspirar fólk, þarna mikið leitandi fólk þarna í New York og smátt og smátt vex þetta upp og verður stórt og hún á endanum flytur til Indlands með Olcott sínum og þau verða fyrir miklum áhrifum bæði hindúismannum og búddismannum og taka þátt svolítið í sjálfstæðishreyfingu sko Indverja og er þá í dag svolítið á stalli út af því og verða svo svolítið brú milli hugmynda Austurheims og Vesturheims og áttu upp úr 1880-90 og aldamótin mjög mikil áhrif á að, ég veit ekki hvernig ég orða það fallega, brjóta upp svolítið fastan kristin hugmyndaheim og kom mjög mikið af ferskum hugmyndum inn í bara vestræna menningu. Já, því maður spyrsir sko, bara mátti þetta bara á þessum tíma? Nei, þetta mátti bara ekki og þetta hafði mikil áhrif og til dæmis bara hérna á Íslandi þetta kemur hérna kannski 20-30 árum setna hérna til Íslands og verður fyrst til hópur á Akureyri og svo í Reykjavík og einmitt Pétur Pétursson vinur minn, guðfræðingur og prófessor hann hefur náttúrulega skrifað mikið þetta og sýnt sko að eiginlega þessi hreyfing átti þátt í að brúa bílið milli sveitamenningarinn og borgarmenningarinn á þessu tímabili bara meira þjóðin að flytja úr sveitunum í bæinn eða úr náttúrunni í svolítið ómannlegt umhverfi
Já. og þetta var fólk sem hafði náttúrulega bæði sína kristna trú en sterka þjóðtrú á látna og drauga og dulræn fyrirbæri og svona lifandi náttúru og þessi sko hugmyndafræði Guðspeki kannski á nýjum vettvangi lefði þessum hugmyndum svolítið að lifa. Þetta hafði mikil áhrif og eiginlega allir, hvort sem voru prestar eða listamenn, músikantar, rithöfundar, skáld voru í þessari hreyfingu beint eða óbeint. Ok, hann er sko prestar til dæmis, eða kristifólk, það hafði í rauninni alveg bara fullt leyfi á þessum tíma og það var alveg bara samþykkt að það væri í þessum félagskap. Já, og þetta hafði mjög mikil áhrif á kristnu menninguna á Íslandi. Hvernig þá? Bara að menn fóru að spyrja annarra spurninga. Eitthvað sem þeir hefði ekki bara aldrei gert. Já, en er það ekki hættulegt? Á þessum fyrir tíma? hvern? Ég veit það ekki. Fyrir íhaldi, sko. Kirkjuna, þjóðkirkjuna. En á þessum tíma voru sko biskupar eins og til dæmis A.V. Pétur Pétursson sem aðild þessari hugmyndafræði. Og það sko og það var alveg sko ágætlega að einn biskupinn Sigurbjörn kemur fram, þá var mikið Guðspeki í kirkjunni. En Sigurbjörn var svolítið feimið þessa hugmyndir þó hann hefði kynnt sér það og eiginlega loka og þá eftir það verður svolítið aðskilnaður milli, getur við sagt, frjálshyggju og kirkjunar og kirkjan missir svolítið að lestinni með þetta og á þess að vera kritisar kirkjunum ekki í dag að þá hún eiginlega ekki lengur að sinna nema litlu leyti að andlegu spurningum og þörfum einstaklinga og orðið meira svona félagsleg stofnun og söguleg stofnun sko, að prestarnir blessaðir eru ekki endilega mikið og að pólitísk oft sko. Já, að glíma við þessar grundvallar spurningar, hver er ég, hvaðan kem ég, hver er minna þarfir, hvert er mitt eðli sko, og tengt minn við tilverun og náttúruna, því að þegar við flytjum úr sveitinu inn í borgina þá verðum við veikari og minni, við verðum svo miklu minna tengt tilverunni og þar með miklu viðkvæmari fyrir andlegu veikind. Já. Ég meina fólk sótti kirkjur. Já. Og sótti í trú. Já, kirkjan var bara félagsheimilið. Fólk kom og það var í trúnni, það var helgi á kristninni, líka helgi á landinu og við vorum kannski svolítið sérstakir með okkar kristni hérna eftir síðustu 1000 árin að við heldum í heiðnina. Við höfðum helgi á fjöllum og steinum og bara tilverunni eins og heiðnin var, sko heiðnin hafði svolítið öðruvísi nálgun og þótti kristni svolítið skrítin að það var þetta grundvallar sko reglum heiðninar að þú hélst helgi haldið úti í náttúrunni og þeir þótti skrítið þegar kristni með fór að loka sig af og að pukrast við helgihaldið inn í lokuðum húsum ekki lengur frammi fyrir guðdómnu sem er náttúra sjálf sko. Þetta er áhugavert. Og eitt af kannski aðal sko trúariðkunum heiðninar sem að tíðkaðist alveg, ég veit ekki, fram á 15., 16., 17. öld var sko veitu hvað er nú orðið, það er útisetur og á miðöldum sko þá var talið að útisetur væri alvarlegasta synd sem að sann kristinn maður gat gert og það var bara að sitja úti og tengjast tilverunni og það þótti synd. Hvað veldur því? Kannski vanþekking og hræðsla og hérna er sérstaklega eftir að lúterskan kemur sko katólskan var náttúrulega líkilega að markasetningu katólskunar í norrænum heimi var að taka utan gamlar hugmyndir, gera þær að sínum og setja sinn guð á stallin ofar hinnum en samt heiðra gamlar hugmyndir en þegar lúterskan kemur inn að þá er öllu svo gamla hent út meira en áður. Við erum svolítið gjörna það. Einmitt sko. En sko þegar þú fer að skoða í rauninni sögu Guðspekifélagsins á Íslandi þá sérðu að það eru þarna alveg bara stórir menn sko þarna inni og ef þú ferð inn í fornbókabúðir og
fyrir að grúski í þessum gömlu bókum, það er alveg gríðarlega mikið skrifað, fullt út á dyrum. Já. Mjög mikið. Alltaf bæði gangleira og ýmsar bækur eins og Gretar Fells en líka bara stóru rithöfundar eins og Þórbergur Þórðarsson og jafnvel Laxness Gunnar og Dal. Guðmundur Kampan og var allir á kafi í þessum pælingum. Já, einmitt. Sko þetta dulræna, jafnvel fyrir ævivistir, djúpa þögg sem vaknar í huganum, einhverju djúpum tengsl við fólk og tilveruna. Sko því að návistinn, hvort sem það er návist við þann sem þú elskar eða návistinn við tilveruna, þetta er auðvitað bara efst á listanum með verðmæti lífsins. Já, maður myndi halda það. Þetta er málið. Já, þetta er málið. Já. En hvað veldur því, og nú skrifa ég hérna hjá mér, sko, Guðsbyggifélagið missir damp. Já. Þjóðkirkjan missir damp. Já. Það missir allt damp. Hvenær gerist það og hver er ástæðan? Við erum að skrá okkur úr þjóðkirkjunni. Hvað veldur þessu? Já, ég held að mig rekja þetta til sko velmegunar eftir stríð. Altså bara Seinni heimsstyrjöldina. Að þá verður sko efnislega kapplaup. Foreldrar okkar og jafnvel foreldrar þeirra urðu að vinna mjög mikið og þetta er kynslóð sem að eiginlega týndi sér í brauðstriti. Bara til að eiga húsnæðið og bílinn. Áður bjóð þetta bara í sveitamænum. Þannig að maður segja að við förum einhvern veginn úr andlegri tengingu yfir í svona efnishyggju hvata. Já, og andlegu málin, þessar grunnspurningar þær gleymast en á sama tíma kemur þannig upp kannski meiri tengingarleysi við fólkið og tilveruna og þá meiri óhamingja og ófullnægja og svo framvegis. Já, því fátækt færir okkur svona einhverja kvöl og pínu en getur þá mögulega samt sem á að þjappa okkur saman. Já. Ég held að sko, þjáningin er svo gagnleg að vekja þessar grundvallar spurningar tilverunar, sko hver er ég, af hverju ég er og setja undrun yfir tilverunni og þetta er náttúrulega það sem er sagt sko móðir heimspekinnar en þessi spurning vekur tvenns konar heimspeki, vestræna heimspeki sem byrjar að svara spurningunum sem vakna eða austræn heimspeki sem spyr hver spyr. Já, einmitt. Það er hvaðan, úr hvaða rótum vitundarinnar koma þessar spurningar og ef þú leitar þessu rótum, hvað skeður hjá þér? Já, þannig annað er svolítið extrovert fer út á við, hitt fer svolítið inn á við, inn í djúp hugans og inn í djúp tilverunar. Svo segja ég er að leita sjálfum mér. Ég er að leita sjálfum mér. Já. Hitt er forvitunlegt, en þetta spurja hver er ég og hvað er ég og hvað er í djúpinu mínu, það gefur mér nýja lífsýn og nýja tengingu. Má segja að sannleikurinn sé að leita sjálfsins? Nákvæmlega, sko. Já, það er svolítið dilemma, sko. Og þetta er einmitt, sko, í grísku, trúarbröðnum grísku launhelgunum í Delphi, það er einmitt í musteri sólaguðsins, þar stóð maður þekktur sjálfan þig. Að þetta snýst að dvelja við innri hugansinn og sættast við hann. Í amstri dagsins erum við fulla óþreyju og pirring og setjum þá svolítið ósátt og leið gagnvart okkur sjálfum og líður illa í okkur sjálfum. En þegar við fyrir að dvelja með okkur sjálfum, alveg sem við erum hvort erum góð eða slæm, þá verðum við smá saman að sættast við hver við erum og þá fyrir okkur líða betur. En þurfum ekki að hreinsa út efnislega þessa mör sem safnast innan með okkur? Þessar hugmyndir og hugmyndafræðin? Einhverju leyti, ferska hugmyndafræði en ekki líka að aftenging við náttúrun og við fólkið og áföllin í líf okkar eru þess að setja móðu á gluggan. Þá eigum við erfiðar með að horfa inn á við. Því í rauninni er ég alltaf að leitast eftir bara einhver endurspeglun. Það er sá sem leitar eins og þú segir. Já, nákvæmlega. En það er bara eins og það er þoka úti, sko. Já, og ef þú ert sjálfur fullur af þjáningu og svo leiðis, þá sérðu þjáningu allstaðar. Já. En ef að þinn gluggi er hann hreinn, þá sérðu unnað og ljós allstaðar. Já. Fyrir til glerunum. Já. Jesús. En hvað, við erum að tala um Guðsbyggifélagið. En samt er þetta lífsbyggifélagið? Já, og svo fyrir 10 árum var þessu nafni breytt. Já, og hvað var í gangi? Það var í gangi kannski það að leiðandi fólk á þeim tíma
sko það er í öllum trúarbröðum og trúarhefðum er hugtak sem er kallaði myndbrjótar Ok. og þetta er mikið í gyðingdómnum og þetta var mikið í kristninni. Það sé að táknin sem við notum verða stundum á mikilvæg og það þarf að brjóta þau niður og búið til ný. Já. Og það sem skeður í félaginu kannski á öllumföldum áratugum að maður verða feimnar og feimnar að nota hugmyndafræði sem var okkur tamt fyrir 50 og 100 árum sem var oft trúalegt tungutak. Kemur það frá þeim? Það kemur frá þeim. Eða kemur það, ég stóði þeirri meiningu þetta væri til þess að mæta bara breyttu markaði. Jú, kannski einhver, en ég held að þessi fyrst og næst þeir sem stóðu fyrir þessu Í alvörunni? þeir voru í vandrað með Guðs hugtakið sjálfur. Vá. Og það er og áttu erfitt að nota táknmál innri veruleika sem við þekkjum svo grísku og egypsku og kristninni að það eru sögur og táknmyndir og menn og dýr og hvernig þessi hugmynd Guðs hugtakið hvernig þú kannski upplifir það gegnum þessar sögur. Vandi kannski kristnin er það að menn taka góðsögurnar bókstaflega, sögulega, frekar en að taka það sem veruleika sem vísa til einhverja reynslu innra með þér sem þú getur notað í þínum draumum og innri vinnu. En ég held að sé bæði að þetta er þessi afhelgun sem þú ert að lýsa í þjóðfélaginu á síðustum 100 árum, að þetta hún verður bæði innra með og félagsins og í þjóðfélaginu og maður verða feimnari við að nota Guðs hugtakið. Þetta kemur mjög óvart að heyra þetta. Já. En sko ég hef nú svolítið gaman að bara með húmor á ensku heitir þetta Theosophia eða The Theosophical Society og það hljóma bara eins og tesopi. Já, einmitt, það er svolítið þannig. Og ég held svolítið bara upp á tesopan. En sko hugtakið eða Theosophia kemur úr gríska heiminum, að nána tekið frá Egyptalandi. Við þekkjum alltaf Pýþagóras sem er þarna löngu fyrir Krist og svo Plato, Aristoteles og svo kallar neoplatonismi sem að mjög öflug hreyfing svona dulspeki getur við sagt þarna á fyrstu 3-4 öldunum eftir Krist og það sem menn alveg eins og við erum að gera í dag að sækja í marga sjóði hugmynda egypska, gríska, jafnvel frá Indlandi, frá Rómaríki til Kelta og menn voru svona að skoða alls konar hugmyndir og trúlega reynslu og hvernig menn að lýsa þessum fyrirbærum. Já, en allt snýst þetta sóknin í Guður. Sóknin í, já, og einmitt ef við vera feimni fyrir þetta hugtak, sko, það sem að neoplatonism kalluðu, eða Plótinu sem að leiddi það mikið, var það og hefur verið kallað núna síðustu aldrei með það leitina þínu heilaga. Og hvað heilaga? Það er einhver upphafning, það er einhver djúp snerting og Theosophia er eiginlega nafn á gyðju sem við getum kallað Sofíu og þetta er guðlega viska og þetta er guðlega viska eða einhver guðlega tenging eða einhver þögn eða einhver kærleikur sem vaknast og komast í snertingu við eitthvað sem er dýpra og innan guðspekinnar og innan neoplatonismas og innan goðafræðin okkar þetta er náttúrulega mikið til þess við völuspannu okkar að það er þessi hugmynd það og það tengist aftur sem vorum að ræða með ímyndunaraflið að þessi völusspá það er talað fyrst og fremst það er 2 guði sem eru svona Óðinn og Heimdallur eða Alfaðir og Heimdallur og þeir eiga sér leynd vopn sem er hið innra auga og hið falda eyra og í grísku heimspekinu er þetta kallað nús og í frumkristninni er þetta kallað eiginlega líffæri sálarinnar og þessi hæfileiki að dreyma og sjá myndir og eiga sér innri rödd getur verið hlið að þessu að upplifa eitthvað dýpra og þessi guðlega viska sem að þarna er verið að tala hjá Plótinus er að þetta eru hlið innra með manninu sem geta hjálpa honum að komast í tengslu við eitthvað sem er svolítið órætt. Þú ert að tala þarna bara myndræn form eins og mandölur Já, en líka bara þið dreymir fjall, þið dreymir hund, þið dreymir
ljósveru, svo þú vaknar og fyrir að hugsa þess að draum, þá kemur eitthvað tilfinning með því. Já, einmitt. Eða þú gengur inn í kirkju eða ferð á þingvelli og þú finnur að það er góð stemning. Já. Og hvaða skinnfæri er þetta sem að við höfum til þess að finna stemningu. Þetta er einhverju kjarnaandlegu upplifun. Er þetta ekki bara eitthvað svona skammtafræði dót eitthvað? Já, við vitum ekki. Þetta hljóta að vera vísindi þarna bak. Já, þetta er eitthvað ástand, sko í tíbeska búddismannum er þetta kallað ástand rýmisins. Já. Þeirra hugmyndum er að rýmið er alheimsvitundin og að stemningin, hvort sem er í sláturhúsi eða á erfiðu heimili eða í kirkju eða á helgum stað, að það getur skynjað ástand staðarins og það er eins og bara mannvera að það hefur mótast áföllunum og því sem er skeð á staðnum og svo framvegis og þú unir þér vel á einum staðnum en alls ekki á hinum og við erum öll að leita að geta unað vel með okkur sjálfum. Það er engin Guð. Jú, þetta er Guð. Já. Þetta er bara einhver súpa af drasli, sko. Já, sko, til dæmis í hindúismannum og búddismannum þá eru 3 hugtök sem eru kallað satt, chitt og ananda og ég hef þýtt þetta bara að vaka, að dvelja og una. Og þetta eru svona grundvarnar eðlistættir í huganum. En við erum annarkvort að vaka eða að dvelja en erum sjaldan að una. Já. En þegar við höfum vakið þessa þrætti þá kemur mér í sátt í hugan. Og þetta er svona eitt af grunn iðkunum í eiginlega öllu jóga. Það er að kenna fólki að byrja að snerta þessa grunn þætti í vitundinni. Spennandi. Þetta er að segja að kokka á föstudagskvöldum klukkan 8. Já, sko. Ingóst sinna. Já, félagið náttúrulega, eins og ég var að segja þarna, sístum að búa til hóp og bara að læða hvað við kallað, að spyrja spurninga og finna svipaðar hugmyndir á mörgum stöðum, en svo að iðka, að iðka hugleiðslu eða bæn eða spurn eða einhverja spurningar til þess að reyna að komast nærri þessum kjarna. Félagið hefur alltaf verið kannski í 2 þáttum, ytri hliðin hefur verið þessum opinberu fyrirlestrum, þar sem að við erum annarkvort bæði sjálfa að halda erindi eða fáum eitthvað fólk til þess að halda erindi og mismunandi trúarhópum til þess að halda þessum svona díalóg eða umræðum mismunandi hugmyndir. Er það alltaf úr ákveðnum trúarhópum? Alls ekki. Við leitum eftir nýjum trúarhópum og nýjum trúarhugmyndum og erum að leita eftir erlendum gestum og nýjum andlegum straumum til þess að vera alltaf stöðug hérna í umræðu og við rekjum þetta svolítið til hæðar í Aþenu sem heitir Eropagit og Eropagus sem að menn komur saman til að ræða hugmyndir að það sé að eins og ég sagði upp að við að félagið aðild ekki kenningar heldur spurningar. Já, en hugmyndir eru upplifun, það er alltaf bara maðurinn og vitundin er kjarnin og við erum með virðingu fyrir öllum leiðum alla leiðir eru raun og á einhvern máta að reyna að snerta þetta dýpri manninum með misgóðum árangri og með misgóðum haukaverkunum ef við tölum skilur að það eru mismunandi þröngar eða víður rammi í öllum heimspeki og trúar heimingum. Já, bara eftir hversu góð við erum í því að koma því frá okkur líka, hversu skýru við erum. Já. En það sem hefur náttúrulega skeið í kirkjunni að menn saminast kenningar en ekki spurningar, kenningar en ekki reynslu. Já, einmitt. Tvennt ólíkt. Já. En raunver og í fræðimálu tölum við sko religion eða trúarbrögð og spirituality eða sem er kannski, ég veit ekki hvernig á þýð á íslensku, en það getur kannski talað andlega reynslu sem er kjarni allra trúar hérna. Já, svona eitthvað viss andleg vakning. Já, andleg vakning. Og það er einmitt rannsóknir hafa sýnt, ég var að kenna svona trúarreynslu sálarfræði í guðfræðideildinni og þar er einmitt grundvöllurinn að þessar spurningar vakna og kannski skemmtulegasta rannsóknir sem eru tengt þessu eru rannsóknir á nær dauðareynslu. Þegar fólk lendir í alvöru slysi eða deyr og er endurlífgað að þá koma upp ýmis fyrirbæri sem eru mjög öflug og mjög öflugar spurningar og fólk færi nýtt verðmæta mat
þegar þú mætir döðanum að þá skiptir ekki máli hvað marga krónur í bankanum og hvað átt stóra íbúð. Það skiptir miklu meira máli hver eru vinir þínir og hvort þú varst að hafa gott líf og sáttu við þig og aðra. Já, hvort að fortíðin sé uppgerð og svo framvegis. Að þá fer, breytist verðmætamatið og nútíminn svolítið orðin fastur í þessu ytra verðmætamati. Mér langar að fara aðeins inn á við erum að fara úr anda yfir efnishyggju eins og við tölum og hugmyndafræði, altså þá greininga og ég segi lyfjunar og þá meina ég ekki bara út frá geðlyfjunar, þetta líka bara við erum að tala alkohól og vaxandi alkohólisma og bara boðefna svindl eða framleiðslu, getur verið bara að spenna, klám, samfélagsmiðlar, bara allt annað en að upplifa það sem í gangi og eftir því sem það safnast upp því meiri sásöki. Við erum að verða einangraðir gagnvart náttúrunni, við erum að verða einangraðir gagnvart öðru, en við erum líka yfirkomna upplýsingum allstaðar, í símanum, í sjónvarpinu, í öllu og við gefum okkur miklu minni tíma að vera í nánd með okkar fólki og okkur sjálfum, sem þetta bara kjarni mannlegra reynslu. Já, en það bara, það fylgir því ábyrgð að vera manneskja, það einmitt að sinna þessum andlega þroska og við erum obviously ekki af því, þannig að við erum að leita til prestana og presta nútímans og ég spyr hérna geðlæknar, sálfræðingar. Já. Það má lega segja að sálfræðin eða geðlækningarnar í Vesturheimi hefur fæðst hjá prestunum því að prestarnir og ef við horfum aftur til kannski frummessunar að í messunni syndajátning og svo sakramenti og grunnhugmyndi messunnar var að tala eitthvað sem voru að glíma við og mæta hennu heilaga og það sem prestarnir voru að gera í syndajátningunum að fólk var að tala þjáningar sínar og erfiðleika og þetta búið að gera í 2000 ári í okkar menningu. Þetta kosti ekki krónu. Þetta kosti ekki krónu. Bara mæta og sem það bara skildumæting en þetta það að dvelja með öðrum huga í spurningu og opna skápinn og dvelja með þessu sem að þjáur okkur og djúpum sárum spurningum, það bara manninu svo mikilvægt. Og auðvitað sálfræðingarnir og geðlæknir eru svolítið í þessu hlutverki en auðvitað geðlæknirnir eru auðvitað í mismunandi vinnu og þeir eru líka meira og meira og núna meira síðasta áratug heldur en áður að glíma eiginlega eingöngu bara mjög mikið veikt fólk og gefa þeim lyf og greina vanda þeirra og gefa réttu lyfin heldur en að hlusta þá og heiðra ástand þeirra og vera með þeim í nánd. Þetta virka? Ekki nógu vel. Nei, ok. Hvað meinar með því? Já, við erum alltaf bara í menningarleg krísu í Vesturheimi. Ekki þetta að segja það? Jú, það bara andlega vandamál eru bara orðið svo gríðarlega stór að bara meðal fyrirtæki í dag að bara framleiðinin minnst okkur skert 30% vegna andlegra veikinda. Skilur, og hvert heimili skilur að glíma við andleg veikindi. Við erum alltaf bara, menningin ekki í lagi. Nei. Það bara svoleiðis, við erum á vondum stað og það náttúrulega ekki hægt að gefa öllum lyf, hreyfingarleysi og nánd og ró og að læra á hugan náttúrulega stóru meðalinn sem við þurfum til þess að finna hamingjuna og sáttina. En það kom tíminn hérna í fyrradag, ég var búin að vera íhuga á karma og það kemur tíminn að allt karma, allt. Þetta einasta sandkorn hefur sögu það kemur eitthvað stað frá, það allt hefur sögu og sjálfið okkar svo fullt af síni persónulegu sögu og þjáningin líka þannig að við segjumst vera tilbúin til að sætta okkur við karma, að það sé karma og við trúum karma, við erum ekki tilbúin til að trúa Guð En við trúum að við erum segum hitt og þetta og eigum að þjást fyrir það. Já, en erum við tilbúin til þess að sætta okkur við karma ef það að ala af sér þjáningu? Ef við erum að þjást og við erum að veita öðrum þjáningu í kjölfarið, erum við að sætta okkur við það karma? Nei, ekki, og þarna svolítið menningarstríð milli, getum við sagt, miðaldarspeki og nútíma hugmyndafræði eða ameríska draumnum. Já, ok, einmitt. Að miðaldarspekin sagði,
sko, við fæðumst allir hérna heim í mismunandi fjölskyldu, fáum mismunandi uppeldi, sko við ráðum ekki spilin sem við fáum í leiknum. Ekki nema mjög takmörkuðu leyti. Það sem við ráðum er hvað við gerum með þessi spil. Við erum ekki tilbúin til að sætta okkur við þetta í dag. Já. En sko vestræn heimur og ameríski draumur getur við sagt, við erum bara það sem við gerum og við höfum fullt vald og auðugt og fólk sem lifir vel, Guð elskar það og það gengur allt í haginn og þjáðafólkið, vondafólkið, því það hugsa svo illa og gerir svo illt. Og það svolítið, sko, þá erum við honum först í, sko, í að ásaka fólk eftir stöðu sinni, frekar en að segja, sko, alveg óður hvort að þú átt nóg að peningavart og hamingjusamur, eða ert mjög fátækur og ert komið sátt í það og ert hamingjusamur. Að þetta snýst ekki hvar þú ert, heldur hvernig þú dvelur með því sem þú hefur. Já, og vex. Já. Þannig að það má vel að segja að, sko, að trú okkar á karma sé, hún skilir háð. Og ef ég snýði þessu kannski píltípi grín, sko, að þjáðafólk sem að leita til okkar geðlænana og sálfræðingana er rauninum fólki á besta stannum, því að þar fær tækifæri að hugsa sitt líf og endurskoða og vaksa. Meðan hinn sem gengur allt vel, þeir eru ekkert að endurskoða sjálfa sig og eru í einhverju sjálfskoðun og eru bara oft bara úlingar frá úlingsárum og fram. En finnst þér við vera átt okkur á því og fá það bara einhvern veginn inn í kjarnan og þjáningin er okkar mesti kennari? Nákvæmlega. Og þetta náttúrulega í kristninni. Já, en erum við að skilja þetta? Svona, nei, þetta þegar þú horfir svona yfir heildina. Þetta er alls það í trúarbröðunum að þjáningin, þetta er í hindúasmannum, þar í hindúasmannum er þetta svolítið svipað eins og í kristninni, að Síva, þegar það búið að taka allt eitur úr alheiminum, að það komið einhver svaka eitur dós hérna og Síva býðst að drekka og halda eitrinu, svo allir hinni getur verið hamingjusamir. Skilu, en næstu drefst við það. Og þetta hvernig við höndlum eitur tilverunar sem er þjáningin fyrir því hversu hamingjusam við erum. Við erum svolítið föst í þeirri hugmynd, sko, að með tímanum mun þjáningunni linna. Já. Með tímanum, en í rauninni ættu við kannski að fókusera á að þetta er algjörlega handan tíma og rúm, sko. Þetta er núna, sko. Þjáningin er núna, en sko, þetta snýst ekki þjáninguna, heldur snýst það hvar þú horfir á hana. Ef þú bundin þinni sögu og þinni persónu, þá nýstir þetta í merg og bein. Ef að þú getur stíða aðeins til hliðar. Það það sér að segja. Það tekur eina sekúnd að stíga til hliðar. Og þetta er það sem Pýþagóras kallaði metastasis, að stíga til hliðar, og kendi sínum nemum að gera þetta morguns og kvölds, að staldra við og fara við daginn eða við nóttina og segja, hvað búið að vera að ske? Nú þarf ég bara að vera áhorfandi, ég ætla ekki að taka þetta allt með mér í næsta dag. Nú ætla ég bara að vera áhorfandi. Ég ætla að læra af þessu, en ég ætla að skilja það eftir. Því ég er búin að veita því áheyrn. Ég er búin að veita því, þetta kom, þetta fann ég er að komast undan einu, svona var þetta, en nú held ég áheyrn. Þannig að við þurfum að fara að komast í eitthvað svona ákveðið afstöðuleysi, gagnvart líðan. Æðruleysi. Já. En hvernig getum við kennt þetta? Og hvar getur Guðspjökkifélagið komið inn með þetta? Eru við breyttar áherslur þar inni? Eru við að fara að gera eitthvað samfélagslega? Eru við að fara að gera eitthvað rétt? Já, það er náttúrulega, sko, innan sálarfræðina hefur náttúrulega orðið bylting á síðasta áratug varðandi rannsóknir og núvitund. Og nú verið að kenna núvitund allstaðar og það komið fullt af jógafélögum og nú komið svo bara mikið tækifæri að kenna fólki bara smá öndun og smá núvitund að vaka og vera til staðar annars að taka þátt í. Þetta er að verða almenningseign. Guðspjökkifélagið var að kenna þetta mikið bara upp úr 1960 og 70 en þetta er orðið svolítið almenningseign. Almenningur hefur þessi tól en er kannski ekki að leggja sér fram um þau. En félagið náttúrulega heldur áfram að kenna þetta og eitt af því sem við erum að fara að gera núna með haustinu er að reyna að ná til fleira með svona hlaðvarp eins og þeir eru með til þess að kenna alls konar hugræna aðferði því að við erum ekki áhangundur neinna sérstakra leiða, við erum bara áhangundur leiða. Því maður myndi halda að þetta sé alveg ótrúlega spennandi og fýsilegur félagskapur. Já. En er það og hipp, mjög hipp.
Já, mjög hipp núna. Já. Hver er í félagi núna? Er þetta uppsett af eldri meðlum, er þetta öllum aldri eða eru þið að sækja yngri meðlum í auknum mæli? Við erum að reyna að fá yngri meðlum í miklu mæli. Þegar ég var ungur, þá var stór hópur ungu fólki í þessu, bara úlingsárum og títusaldri. Nú er það miklu minna og ég held að það er náttúrulega svo mikið munurna sem er að ske núna heldur en þegar ég var ungur að það er svo mikið að ske, það er svo mörg jókafélög, það er svo margt í gangi en ég held að Þetta fóðri egoði nógu mikið að sitja og hlusta á aðra? Ekki nóg. Nei, kannski ekki. Og þar er kannski sko annmarkar trúfélagina að trúariðkunin eða hugariðkunin er ekki miðlæg. Nei. Og það er það sem við vantar. Þannig að við erum miklu öflugri að stunda hugleiðingar saman heldur en einn. Það þarf miklu meiri aga að gera þetta einn heldur en með öðrum. Hópurinn er svo sterkur en við þurfum að sinna þessu og við erum að skoða leiðir einmitt með að útvarpa alls konar hugmyndum bæði í andlegri rækt en líka bara heyri fólki sem að hefur átt erfitt og hefur fundið sína leið og hefur fundið einhverja leið til að finna kjölinn, finna kjarnan. Finna ljósið. Já. Þannig að þetta stendur til. Já. Sko, þið voru með ansi stórar hugmyndir Guðsbyggifélagið í kringum Krishnamúrti. Jú. Og það voru það stórar að hafa stofnuð bara sér álma bara utan það. Já. Og hann átti að koma með skilaboðin. Jú. Sem hann gerði. Hann gerði á vissan hátt, já. Hann gerði á vissan hátt. Það eru á þessum tíma fyrir hinn aldamótin, sko, þá voru tvær stórar, getur við sagt, andlega hreyfingar. Það var spiritismin og Guðsbyggifélagið. Og þau voru svolítið að glíma við svipaða spurningar. Spiritismin þróast kannski meira í að hafa áhuga bara á látnum en var til að byrja með eins og bara með indriða miðl og fleiri meira að miðla heilu ástandi frekar en bara tengslu við hérna látnu og Guðsbyggir var eiginlega að gera það sama en þau þróa svolítið í sundur að spyrja misdjúpra spurninga og Guðsbyggifélagið var til að byrja með einmitt að kenna fólki að miðla, að fara inn á við og sjá hvaða brunnur af þekkingu og ástandi var í kjarna mannsins og miðla því hvort sem það var ró eða kærleikur eða einhverja hugmyndir eða nýjar hugmyndir og þeim Blavatsky og Alice Bailey sem að voru svolítið uppteknir að alls konar hugmyndir sem gætu kopið og djúpi í hugans en Krishnamúrti þegar hann kemur fram á sjónarsviðið að þá var hann eiginlega fyrst og fremst að miðla ástandi. Já, hann var ekki mikið fyrir þetta sko. Ég las einu sinni sko, hann var spurður hvort hann trúði á líf eftir dauðan og hann var alltaf svo, hann svaraði alltaf svo höstulega og hann sagði bara eitthvað þá leið bara, trúið þú á líf fyrir dauðan? Já. Það var alltaf verið að draga hann tilbaka í ástandi sem er hér og nú sko. Hættu þessu rugli sko. Hann var svolítið eins og ég var að segja áðan, hann var myndbrjótur í félaginu. Hann vildi hætta þessum ofmiklum fræðilegum vangaveltum og komað huganum á manninum og þessir menn sem ég var að tala áðan sem voru myndbrjótar eins og bara Sigvaldi Hjálmarsson og Halldór Haralds og fleiri í félaginu að þeir vildu svolítið fara kjarnanum og gleyma sér ekki í pælingunum sem eru spennandi. Hvar eru þið í dag, finnst þér? Já, við erum kannski ég er kannski fulltrúi svolítið fyrir myndirnar og táknin en líka að læra að dvelja með hugunum, að reyna að samþeyða þess að tvo heima. Er það hægt? Það er hægt og það er einmitt það sem að Carl Gustav Jung gerði mikið að táknin eru svo gríðarlega öflug til þess að tengja við dýpri lög. En þá þurfum við að fara að staldra aldeilis við. Sko. Já, og bara með því að nota sko drauman og hugrenningarnar og bara eins og er í dag sko, sem er svo skemmtilegt í kvikmyndaiðnaðinum bara eins og Star Wars og hérna Matrix og fleiri sko, Lord of the Rings þannig er efni viður í að opna hlið inn í sko vitundin og þetta var í grísku og heimspekinni og í Egyptalandi að tónlistin og
sagnaherðin og góðsögurnar. Það er ekki annan að skoða Einar Jónsson, sko. Þar ertu bara með Einar allt fyrir fram að meistari táknanna, sko. Einmitt. Hann var náttúrulega, sko, vinur Greta Fells og var alveg kafi í tákmyndum, sko, Guðspíkinnar. Hann sækir mikið í þetta. Og þannig að ég held að menn geti farið báða leiðir. Menn þurfi ekki bara að fara, sko, svona, getur kallað sennleiðina, að bara fara í kaldur hugur og kaldur áhorfandi, heldur líka fara í eins og, sko... Ekki hægt að vera svona alvarleg. Já, það er verið leikur og ef við tölum aftur Völuspá, þetta leynda eyra og þetta leynda auga, að Óðinn er maður augans, þannig að maður myndana, en Heimdallur er maður þess að dvelja, þess að veruleika, að vaka og vera, að horfa og dvelja. Að þetta eru svona eins og við þekkjum í vísindunum, þetta er hugur og tilfinning, þetta er efni og bylgja. Þetta er hugur og hjarta sem þú lýsa. Já, hugur og hjarta. Ég held við náum meiri árangri með því að nota báðar aðferðnar, heldur en að fara eina leiðina. Ef við notum bara sko kalda núvitund, þá verðum við svolítið höstug og hrá og ómannúðleg. Ef við notum bara ástina og kærleikann, þá verðum við svolítið markalaus og mjúk og vantar styrk. En ef við höfum báða þessa þætti, þá náum við meira jafnvægi í hugan. Sko. Hámarksgeta mannsins. Hámarksgeta mannsins, já, nákvæmlega. Ok. Þá langar mig hérna bara, sko, þetta er svona síðasta spurningin hérna, þá erum við fyrir minni í loka orð. Við erum búin að fara inn á þetta svolítið, en hver er tilgangur mannsins á þessari jörðu? Eins og þú getur svarað því. Og hvernig getur félagskapur eins og Guðspíkifélagi komið þar inn með að í rauninni að vekja okkur til vitundar tilgangin og ábyrðina sem fylgir þegar að vera mennsk. Því við erum bara svo mikið í ruglinu með okkur. Ef ekki að segja bara tíminn er mesta auðlegð okkar og við þurfum að gefa hlut af okkar tíma í að vera og dvelja og læra að una. Það er andlegur þroski. Það er andlegur þroski. Þetta er búið einfalt. Myndirðu segja að félagslegur þroski komi svo í kjölfarið af því? Já, ég held að það verður meiri umburðarlyndi. Einmitt, sem er með öðrum orðum félagslegur þroski. Já, og það verður meiri tengsl bara við fólk og tilveruna. Maðurinn er svolítið horfinn líka svolítið mikið inn í sig og borgin er búin að tapa náttúrunni. Já. Við þurfum ekki bara að vera með hvort öðru, heldur líka að vera með og gefa tilverunni tíma. Það er auðlegðin okkar og þar fjárfestingin að vera með þessari auðlegð okkar. Að gefa okkur tíma. Og er Guðspíkifélagi með stórar hugmyndir að miðla þessari visku út? Lítið félag sem hefur haft gríðarlega áhrif á vestræna menningu og lagt grunn að koma svolítið út úr föstum hugmyndum í að spyrja spurninga og fara á ný mið. Og ég held að það sé málið. Að halda áfram að vaksa og spyrja nýja spurninga og finna nýja leiðir. Gekja. Heyr. Davíð, þú með eitthvað? Ég er bara spenntur að fara á fund. Já, við þurfum meira að fara. Veistu að ég er með ganglega safnið hérna bara drútt. Já. Og búin að fylgjast með þeim. Þetta sjóður alveg að... En ég hef aldrei komið á fyrirlestur hjá okkur. Nei. Einmitt. Við þurfum að fara að skella okkur það við. Já. Bara ekki spurning. Er þetta ekki alltaf á föstudögum? Já, sko, við eigum þetta húsnæði niður í bæ og við erum að fara... Ekkert smá húsnæði. Vandamálið er einfallegt hús með góðri stemningu, en það er orðið svo erfitt að fá bílastæði í bænum að það er hluta til að það er erfitt að sækja, þannig að við erum að hugsa að... Þið getur lagt fyrir utan hjá degi. Jú, við getum það. Við erum að hugsa að flytja fundunum með ykkur degi og fara útvarpa og sjónvarpa fundunum. Það lýst mér vel á. Þannig að allir geti mætt hugsanlega einhverja... Þá bara live. Okkur vefsjónvarpa eða svoleiðis. Bara á vefnum. Á vefnum. En fólk geti bæði komið og verið heima og hlustast eða horta á. Sko. En verður nafninu breytt? Já. Hvað stendur á heimasíðunni? Það stendur núna Lífsspekifélagið, en þú flettir upp Guðspekifélagið. Þá kemur það samt. Þetta er allt, já. En sko, ég hefði viljað bara vera með 4 nöfn. Ok. Það er Lífsspekifélagið, fyrir þá sem eru myndbrjótar. Já. Og Guðspekifélagið þá sem eru trúarlegar sinnaðir. Já.
og Tesoban sem eru svolítið hafa húmor og Theosophical Society er það sem að vilja halda upp á gamla nafni. Vá, þú getur bara valið inn og bara ásetnum og setja það upp eins og þú vilt hafa. Já. Herru, ertu með einhver loka orð áður við förum í sponsora og svo ætlum við að leysa það út með gjöfum? Já, þú meinar. Já, ég bara hvet fólk til að koma og spyrja spurningar með okkur. Viltu benda fólki á heimasíðu eða viðburði? Já, lífsbyggifélagi.is og svo eru við náttúrulega með reglulega fundi í húsinu sem verða á næsta ári á miðvikudögum. Við ætlum líka að vera með lengri samveru kannski í hverju mánuði, annarkvort mánuði þar sem að kannski frá föstudagskvöldi og fram á sunnudags eftirmiddag og borða saman og vera saman og iðka jóga og huglíða saman og fræða saman og leggja áhuga á samvistina. Svona retreat. Svona retreat, sko. Við ætlum að reyna, það svo mikið tísku í dag að vera með kakóseremóníur. Ætlum að fara yfir kakóið. Við ætlum kannski að drekka saman kakó eða eins og mikið í buddhismannum að drekka saman te. Því það ákveðin hugleiðing líka. Og það einmitt þessi kalda hugleiðing að vera áhorfandi en ekki þáttakandi. Þetta er ákveðin seremónía. Þetta er seremónía. En þú veist að kakóið í dag er svona svolítið umdeilt, sko. Já, það er nú svolítið merkilegt. Það er náttúrulega verið frábært að fólk að koma saman, drekka drykk og deila einhverja frá hjartanu. En auðvitað þarf með öllu svona sem við getum kallað sálfræði inngrip að virða mörk fólks, að fólk viti að hvað það gengur og enginn gengur lengur heldur en það þykir þægilegt og gott. Það er náttúrulega bara kjarni málsins, sko. Það á ekki að kúa fólks til eins eða neins. Nei. Það hefði eini vandinn með kakóseremóníurnar er að það hefur verið að krefjast og svo náttúrulega er sumir sem hafi verið að leiða þessar seremóníur eins og er með allt vald. Ef þú sest í preststólinn þá hefur þú vald og getur náð tangarhald á fólki og það þarf náttúrulega siðareglur í allt svona. Man þarf að fara varlega. Siðareglur kakóseremóníu. Nei, algjörlega, ekki spurning. Og ekki setja sveppi í kakóið án svo láta mig vita. Já, fyrir utan það, sko. Herðu, Haraldur, ok, þá ætla ég að lesa hérna eitthvað smá texta áður en við leysum þið út með gjöfum og kveðjum þið með virtu. Það er kombucha sem hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna. Þar hefst taugakerfið. Það má einnig segja að í þarmakerfinu liggi ónæmiskerfið, þannig að ef að það er í jafnvægi þá er alltaf virka mun betur. Má ég skjóta inn? Endilega. Því ég var að tala með að vera með einangrast frá náttúrunni, sko. Maturinn í dag sem við erum að borða er meira að minna bara sóttreisaður. Já, sko, spáði því með. Sko, áður fyrir vorum við að fá alla bakteríuflóru tilverunar í gegnum gönnina og það er vaxandi bara mál núna, við getum kallað hérna nýju læknisfræði að skilja það að meiri hluti genanna í líkamannum eru lífflóran í gönninni og sennilega með hluta heilsunni tengist í hvernig flóran er í gönninni. Já, líka bara geðheilsu. Og geðheilsu. Já, einmitt. Og það einmitt kemur hérna fram. Svo að auki, þá hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Nákvæmlega, þetta er eitt af mörgum sem við þurfum að fá í kviðin. Ég man þegar ég var óheiðalegur á svíkjundaskatti, þá alltaf þegar ég fikk bréf í posti frá banka eða skattinum, þá fór mæinn á mér alltaf bara, og ég fekk alltaf bara niðurgang áður en ég opnaði bréfi, sko. Því ég var með svo óuppgerða fortíð, sko. Heyrðu, ok, svo er það gott sem byrja. Urriðaholtsstræti 16 eða í vefverslun. Því meira sem framleitt er á CBD því umhverfisvænni er framleiðslan. Hampurinn bindur 5 sinnum meira kolefnum en hefðbundin tré. Á nokkrum mánuðum nær plantan þó eftir yrki upp undir 4 metra í hæð. Meira þess að á Íslandi fóru plöntur sem voru ræktar utandyra á mörgum stöðum, altså síðasta sumar upp í 3 metra. Og núna er fólk að rækta á fullu, núna er þetta að fara í gang. Algjörlega. Nú er ræktun í fullum gangi hérlendis. Sjálfbærnisfaktorinn sem CBD hefur á taugakerfið er gríðarlegur. Ég hef á þeim 3 árum sem ég hef tekið CBD í öllu mögulegu formi, gjörbreyst til hins betra. Ég heyri sögur af fólki með alveg bara first hand með kvíða, svefntruflanir, taugaverki, óeirð húð, vandamál, gikt, flog, krampa, endurheimt, bólgur og geti lengi haldið áfram. Ég heyri á þessu fólki, þau hringja og skrifa mér og þeim er mörgum hverjum batnað þökk sé fæðubótarefninu CBD og ég lígði ekki.
Ég ráðlegg þeim að fara inn á gottcbd.is eða rúlla upp í búð upp í Uruholtsstræti og kaupa þar gæða CBD, gott CBD. Þeirra vörur eru frá heildrænni framleiðslu og eitthvað sem ég get sett nafn mitt við. Ég er búin að prófa alla mögulega tegundir, en þetta sem þeir eru með, altså þá Pharmahemp sérstaklega, er að mínum að þetta Boss of CBD oljur. Þeir eru að selja líka í apótekum, Alland, Hagkaup og víðar, og þeir eru að fara að opna risastóra búð. Fyrir við þá ekki að fara að fá aftur te? Ert þú ekki með hennar uppskeru? Ég er bara að fara að sá á morgun. Ég er búin að sakna þess. Við drukum alltaf hampte. Já. Og við einmitt með kakóserimóninu, það var náttúrulega Böns að vera með hampserimóni og drekka hampte. Þetta er alveg, ef þú tekur kannski ofskynnar út fyrir svega og er bara að leita eftir samverustund og slökun, þá var það miklu. Það var mjög serimónist. Já, þetta er svona. Böns síðan síðasta sumar sko. En ég er að fara að planta kombolti hérna í henni kassa og finola hérna. Altså fyrir utan vegginn. Nálega að hlána mér olíuna, ég þarf. Já, allavega, en við erum með afsláttarkóða sem er þvottahúsið með litlum stöðum, það er að nota það upp í búð og hérna á vefverslun. Við ætlum að hella upp í því hérna oljum hérna þegar við erum búin að slökka á vélinni, Haraldur. En nú ætlum við að leysa þið út með gjöfum. Það er hérna, við erum að fara inn í sumarið, Haraldur. Það er mý og lúsmý og drepisnæler og hérna hættuleg dýr hérna úti og grasánæmi og frjókornaánæmi og alls konar vesen. Þetta hérna er sem sagt CBD 100 mg. Þetta er Hamp Balm, þetta er full spektrum. Þetta er græðandi krem, sérstaklega fyrir sár og útbrot og stungur. Er þetta íslensk framleiðsla eða? Nei, reyndar ekki, en hún er heildræn og lífræn og vegan. Þetta eru korkglasamottur. Já, takk fyrir það. Og við elskum líka korkin. Og þetta er bara til þín frá ekki frá Þorgríms. Þetta er frá okkur. Þetta er frá okkur, þvottahúsinu og þetta er frá gott CBD. Það er bara eign okkur þetta. Já, ég mynd. Yndislega. En bara takk Haldur fyrir að koma til okkar. Gaman að sjá þig. Það væri gaman að fá þið aftur einhvern tímann seinna. Já. Og gangi þið vel í þínu nýja hlutverki. Takk fyrir það. Mikið pressa. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.